Það var svona dálítið surrealist moment því að leið og ég var tæklaður þá heyrði ég náttúrulega bara og fann að eitthvað hefði farið og fyrsta sem datt til hugar, andskotinn leikurinn með pabba, bara farinn. Þá var tekin röntgenmynd og þá var komin aftur einhver beinvöxtur í ökklan og þá basically sagði læknirinn bara við mig því miður. Ég sé það ekki gerast að þú spilir aftur á háu stígi sko. Og ég svona jú, það felldi tár og hringdi mömmu. Ég þurfti bara nýtt umhverfi. Ég þurfti að hafa fólk sem hefði trúað bara, nú bara að keyra sig á stað og koma sér í form og aðeins að býta jaxlinn og finna fyrir verki, þá bara keyra sig áfram og svona komst yfir bara eitthvað þrep, bæði andlegt og líkamlegt. Hvað ætli ég að verið 7-8 kílóum og þungur og var bara í ömurlegu standi og var ekkert að sýna neitt mikið, kannski einhverja glefsur inn á milli þegar ég var í KR en ekkert í námyndu við það sem ég gat. En ég hafði alltaf að nú þetta bara að halda áfram að koma sér í form og ég farin út til lok sumars. Svo gerðist það bara miklu fyrr. Það eina sem ég hugsa tilbaka hversu mikið stökk hefði ég tekið á þessum árum frá 17 til 19. Hefði ég tekið út meiri hraða, hefði ég verið enn sterkari. En á móti kemur að ég horfði alltaf á alla leiki, ég horfði alltaf á fótbolta, ég var alltaf með hugann við fótbolta. Þá held ég hafi lært líka mikið af því bara að sitja og horfa þó ég hafi verið meiddur. Síðasta tímabili á Chelsea var erfitt, ég var að spila minna, ég átti við svona alls konar hluti að stríða, ekki meiðsli beint en ég þjáðist af einhverjum brjálum svimaköstum sem komu bara upp úr þurru og enginn einhvern veginn hafði skýringu á því þannig að oft á tíðum var ég bara að missa æfingum eða leikjum bara út af einhverju sem ég var ekki alveg búið að finna skýringu á. Ég man ég var dálítið hræddur við það, ég fer í svona heilaskann og bara gá hvort það sé allt í fína sko. Þá var svona haldið að þetta væri eitthvað með jafnvægistaugin að gera í eyranu eða eitthvað svoleiðis. Það var okkur verið hálft ár þar sem ég var bara ældi bara út að svima og vissi ekki alveg sko hvað að gerast. Sem betur fer líður það nú hjá bara. Svo kemur bara það í ljós að þetta var tímapunkturinn til að fara frá Chelsea, ég var eiginlega harðákveðinn í því. Þá kom bara áhugi frá hinum þessum liðum og eitt af því var Barcelona og þegar maður heyri svoleiðis á ferlinum það bara skrifum bara undir. Bara drífum þetta af, ég nenni ekki að spá í þessu. Ég hugsaði að það getur ekkert verið meiri pressa heldur en var hjá Chelsea. Svo frá fyrstu viku þá áttaði mig á og heyrðu. Þetta bara risastórt sko. Það eru 95.000 manns eða eitthvað sem eru mjög kröfuharðir. Þetta ekki þessi típiski fótboltaleikir sem við ferð á og það stemningin til staðar. Þetta dálítið leikhúsastemning. Það sem að liðið þarf að gera eitthvað til að fá fólkið með sér og oft á tíðum var þetta dálítið fótboltasýning hjá okkur en þegar það gekk ekki þá var fólkið fljótt að snúa sér í öfugu áttina sko. Ég get sagt við börnin og barnabörnin, ég spilaði 100 og eitthvað leiki fyrir Barcelona. Það ekkert allir sem geta sagt það.